Félagsleg einangrun að aukast í öllum aldurshópum allan heim. Hefur þú á tilfinningunni að einhver í þínu nærumhverfi sé einangrast félagslega? Þegar fólk einangrast félagslega er ólíklegt að það láti vita. Ef þið grunar að einhver nálægt þér sé að loka sig af, þá er stundum best að spyrja og vera tilbúin að hlusta. Við getum breytt miklu bara með því að hafa samband. Höfum auga með vísbendingum. Er fólk hætt að hringja eða svara símtölum eða skilaboðum? Hefur það breytt venjum sínum, hætt að koma í sund, mæta á fundi eða sinna félagsstarfi? Er það orðið ólíkt sjálfu sér? Stundum höfum við bara á tilfinningunni að það sé ekki allt eins og það á að vera. Spyrjum frekar en að sleppa því. Jafnvel þó fólk vilja ekkert ræða, þá allavega veit það að okkur er ekki sama, að það er einhver sem tekur eftir. Það getur verið vandræðalegt að hefja samræður við einhvern sem okkur sýnist að það er erfitt. Sérstaklega ef við þekkjum einstaklingin ekki vel. Þá getur verið gott að búa sér til ástæðu. Ef þetta er nágranni, gætum við fengið eitthvað lánað og gætum við rætt málefni hverfis eða húsfélags augliti til auglitis í stað þess að senda tölvupóst. Hægt er að bjóða upp á að koma seinna ef illa stendur á, passa að vera sjálf í góðu jafnvægi og láta vita að við höfum tekið eftir breytingu. Það er langt síðan ég hef séð þig. Hvernig hefurðu það? Þegar við hefjum samskipti er mikilvægt að vera tilbúin til að hlusta. Við þurfum ekki að leysa vandann, bara hlusta. Viltu kaffi meðan við spjöllum? Pössum að vera ekki að flýta okkur og reynum að grípa ekki fram í. Látum vita að við höfum áhyggjur og séum tilbúin að hlusta. Stundum neitar fólk því að eiga erfitt, jafnvel þó við höfum grunum annað. Við getum þá sagt að við höfum tekið eftir breytingu. Þú hefur verið eitthvað ólíkur sjálfum þér. Ertu vissum að það sé allt í lagi? Pössum bara að ýta ekki of mikið á. Kannski eru málin á viðkvæm, kannski skammast fólk sín, eða að við höfum hreinlega misskilið aðstæður og viðkomandi hefur það fínt. Það er bara allt í lagi. Látum vita að það sé velkomið að spjalla síðar ef þarf. Bara það að við stígum fyrsta skrefið getur dugað til að brjóta ísinn. Við þurfum ekki að vera með öll svör á reiðum höndum. Hvetjum fólk til að leita sér hjálpar ef þarf, eða leita leiða til að leysa vandann á nýjan hátt. Hvetjum fólk til dáða og ef við treystum okkur til, getum við boðið fram aðstoð. Hvað langar þið að gera núna? Hverju langar þið að breyta? Get ég hjálpað þér með eitthvað? Eigum við að hittast einu sinni í viku og fara í gönguferð? Stundum gengur fólki betur að tala ef það er við hliðina á okkur, svo sem í gönguferð, heitum potti eða bíltúr. Fáum leyfi til að hafa aftur samband og athuga hvernig gengur. Ef illa gengur, hvetjum við áfram, bjóðum aðstoð við að komast í samband við þjónustuaðila eða heilbrigðiskerfi. Ef það gengur vel, má gleðjast yfir því. Til að fá nánari upplýsingar eða aðstoð varðandi félagslega einangrun má fara á island.is/félagsleg-einangrun. Í alvarlegri tilfellum mælum við með að hringja í 1717 hjálparsíma Rauða krossins eða í neyðarlínuna 112. Tölum saman og höldum sambandi. Þannig drögum við úr félagslegri einangrun.